Já, komið blessuð og sæl og verið velkomin í þáttinn á Með á nótunum. Natalie Guðríður heiti ég og með mér er Óli Hjörtur Ólafsson. Já. Sæll Óli Hjörtur. Sæl Natalie Guðríður. Sæll Óli Hjörtur minn. Sæl Natalie Guðríður. Og við erum inn í samstarfi við Bíóparadís, besta bíó landsins. Det stemmer. Ég myndi segja landsins. Já, ég myndi það líka. Hvað segir Óli minn? Ég er góður en þú. Ég segi ágætt. Hvernig ertu búin að hafa það síðan ég sá þig síðast? Herðu, hvernig hitti ég síðast? Var ekki guðskus? Reyndar hittust við síðast. Já. Það var ekki fyrir akkurat viku. Við hittumst svo aftur daginn eftir það að fórum á tónleika. Já. Hvernig ertu búin að hafa það síðan þá? Bara fínt. Já. Ekkert neitt merkilegt. Búin að bara vinna, same shit, different day, skilur. Já. Og bara chillin. Ég er að fara í frí eftir viku, ég get ekki beðið. Já. Þú ert að fara til London. London Town, sjá Erykah Badu og En Vogue. Hvað heitir, segð mér aftur, hvað er þetta sem þú ert að fara að gera? Þetta er þess að festival yfir heilan dag í garði í Brixton. Er ekki Brixton í Suður-London? Whatever, það er London. En hérna, og það er rosa line-up. Erykah Badu, Bad Bad Not Good, En Vogue, Eve, Madlib, Charles Peterson. Hann þetta er svona hip-hop, skotið, R&B, Jazz funk. Já. Hátíð. Yes sir. En bara gaman. bara einn dagur, einn heill dagur. Og ég er bara til London í 20 ár. Í 20 ár? Já. Wow. Heldur betur. Það verður gaman. En þú, Skan, hvað er fyrir þér? Herri, ég er bara góð. Ég er bara ágætt, sko. Okay. Ég er bara búin að hafa gott sen í svo það síðast. Við náttúrulega fórum á Guðskustónleika. Við krakkarnir. Guðskus hélt þrennu. Við fórum á miðvikudeginum, svo vorum við með tónleika á föstudegi og laugardegi. En mikið var nú gaman að fara þarna með ykkur. Ég fór með þér og Alli og Göggu og Risa sjátt þangað. Risa sjátt stelpurnar, sko. Ég verð að segja að mér finnst svolítið skemmtilegt hvað Guðskus er með breiðan aðdáendahóp. Það var rosa breiður aldurshópur þarna. Það var eiginlega alveg bara frá 20 upp í 50, myndi ég segja. Ég ætla bara að leiða mér að segja 19 upp í 70. Já. Ég myndi alveg segja það. Ok. Skjálfest. Ég hitti þarna eitt sem að er alveg yfir kringum 70, sko, já. Þannig að, og það var allir í megastuði og sko. Þau eru með ný lög og tóku gömul í bland og virkilega gaman, sko. Gaman að bregða sér betri fætinu. Þau hefur engu breytt krakkarnir í Guðskus. Eða þess að breytt, glemt, vá. Ekkert mál. Sorry. Þau eru náttúrulega búin að breyta, þú veist, þetta er náttúrulega búin að breytast, þessi hópur er búin að breytast. Margrét er komin í en Daniel er alltaf stendur fyrir sínu, Daniel Ágúst. Og Biggi. Og Biggi Veira. Þeir eru geggjaðir, sko. Þannig að það var ótrúlega gaman. Byrjuðu ekki bara sem, var ekki 9 manns þegar þið byrjuðu á sínum tíma? Þau byrjuðu náttúrulega bara sem 30 eða eitthvað, sem fjölistahópur og voru að gera alls konar og svo bara er þetta búið að taka á sér ýmsa myndir en þarna voru þau og voru að gera góða hluti. En já, það gerðist meira helgin og Eurovision var helgin og við tókum þátt. Þetta er nú búið að vera meira fjaðrafokið yfir. Þetta er búið að shit show. Ég ætla að segja. Þetta er búið að vera shit show. Takk fyrir að segja það fyrir mig. Ekkert mál. Tekst laginn þar. Við gerðum okkur lítið fyrir og við lendum í síðasta sæti. Við fengum 3 stig. Ísland fekk 3 stig. Þetta er galið. Og mér langar bara að þakka Kýpur og Svíþjóð fyrir stigagjöfuna, fyrir okkar 3 stig. Okay. Þau gáðu okkur stig. Bara Kýpur og Svíþjóð? Já. Við komumst ekki upp úr okkar riðli. Ok. Æ, hverjum er ekki drull? Það gekk meira á þar. Það gerðist í fyrsta skipti í sögu keppninar að þá var keppanda meinað að taka þátt. Hún var bannað að taka þátt í keppninni eftir að vera búin að koma þarna og hann á yfir höfðu sér kæru. Já. Og það er hollenski kepparinn Just Klein. Byrju, er hann ekki líka bara að kæra keppnin á móti? Eða hvað þannig? Er ekki eitthvað svona gagnkæra?
Eða er ég að miskila? Ég veit það ekki. No. Varstu búin að heyra það einhvers staðar? Fannst ég að lesa það? Já. Sko, þetta er eitthvað voða loðið mál af því að þau eru ekki tilbúin að tjá sig fyrir hvernig kærður en enga síður eitthvað hefur hann gert og þetta snýst eins og það litla sem ég veit þetta er að hann á í stað verið með ógnandi framkomu við starfsmann keppninar, eitthvað sem var þá með einhverja kameru og var að taka hann upp og það hefur eitthvað farið illa í hann en svo vitum við ekki alveg meir ég þori ekki alveg að tjá mig þetta því að það er ekki algjörlega á tandu tæru hvað það var en nóg alvarlegt til að hann er kærður og hann fekk ekki taka þátt það hefur aldrei gerst þú veist, Silvía Nótt var þarna skautandum á gillina henni og það skilur henni var ekki meinu þáttaka skilur, hún var alveg að valda fjaðrafólki Ísrael var ekki meinu þáttaka en ég meina þau gerði ekkert annað en að vera bara frá Ísrael keppandinn sem að fyrirgefðu Silvía Nótt auðvitað erst ekki með gillina þú varst ekki með gillina, ég er að segja þú varst bara geggjuð og ég var að dýrka þetta en þú veist, hún var svolítið svona með ögrandi hún var á mörkunum hún var að ögra og hún var náttúrulega, þetta var performance, skilur og hún var að ögra öllu sem að var hægt að ögra og ég meina hún var að ná einhverju brík en henni var ekki meinu þáttaka þú veist, en hún var alveg hress sko þannig að þú veist, þetta þarf að eitthvað hefur gengið á sko myndur ekki halda það? Ég myndi halda það, klálega sko og það var viðtal við keppandar sem að kom fram á eftir Ísrael og sagði bara að þetta hefði verið bara spennustíð hefði verið bara, hann hefur aldrei upplifað annað eins þú veist, og þetta hefði verið bara ekki góð upplifun sko, það var svo allir stressaður þetta Ísrael og ísraelska liðið var búið að fá eitthvað hótanir við gáum Ísrael 8 stig Já, var það ekki ekki dómnefndin heldur þetta sem almenningur gerir Ísrael fekk ágætlega vel á stigum sko. En það hefur vist aldrei jafn mikið Íslendingur sniðgangt Eurovision eins og það núna sko. Það var aldrei mikið Íslendingum hunsað Eurovision eins og núna las ég 36% held ég að hafi ekki hort á Eurovision. Það var engin stemning fyrir Eurovision það var 0 stemning sko. Og ég er alveg mesta Eurovision sko, þú veist, ég er alveg snakk og sko 3 tegundir ídum og bara allir pakkin og bara let's go og bara í stegugjöfun og slag æsta öskar og sjónvarpið og ég sleppti þessi ár stókslega leðilegt bara engin stemning, skiljanlega svo voru náttúrulega þessi samstöðu tónleikar á sama tíma sem að voru vist bara brjálæslega vel hefnaðir safnaðist safnaðist peningur og Guðni Forseti mætti Já, það var í Háskólabíó Statement Raising Awareness sem var Palestine Vision á sama tíma Hvað er það? Það er svona, var counter genocide free söngakeppni Genocide free söngakeppni Genocide free söngakeppni sem var líka útvarpað frá Malmö og við streymum það beint í bíónu góð mæting Og hvað var í það genocide free? Það var nú ekki verið að fremja genocide á Eurovision Nei, þetta er bara mótsögn gagvart í Eurovision sem er í gangi núna Hverju voru að spila þar? Ég man ekki line-upið, þetta var Bobby Socks, mannst þetta Bobby Socks Hvenær unnuð, var það ekki 83? Kannski 84 eða 85 eða 86 Sko þar, þetta veit ég eins og en Gleðibankinn tók árunni eftir Það var 86 Það er fyrsta platan mín, það er fyrsta Gleðibankinn? Já, það var verið að ég man þetta eins og það ekki eins og í gær en ég var lítil mjög lítil og ég var eitthvað að labba á Lækjartorgi og það hefur verið að dreifa svona 7 tómum heyrðu heldur að mín hafi ekki bara fengið 7 tómu á Gleðibankunum ég á hann Já þetta er náttúrulega æðislegt lag Óli Hjörtur Og hvað var þetta bara langútgáfan, venjulegútgáfan og instrumentútgáfan? Ég get alveg ímyndað mér að þessi mér á hreinu að þetta sé radio version og extended AB á þess að ég vita að það kemur ekki óvart en þau voru að dreifa þessu á Lækjartorgi og ég bara, takk, þetta á ég. Búningarnir, svona líka upp á 10 og það var Helga Möller. Veistu það, ég væri til að fá þau 3 aftur. Mér langar svo að Ísland vinni Eurovision. Ég veit ekki, en þú veist, það bara, ég ánan draum að við vinnum Eurovision. Ég er Eurovision manneskja, skilurðu. Og ef allt væri í lagi í heiminum, skilurðu, þú veist, þá væri ég bara
þú veist, þá hefði ég alveg vilja bara horfa á Eurovision keppni og skilur en ég á mig þann draum að Ísland vinni Eurovision og ég er búin að hugsa þetta svolítið að þú veist, mér finnst einhvern veginn við þurfum að fara að hugsa þetta svolítið taktíst sko og það þarf bara, mér fyllir virðingu fyrir öllum sem hafa farið en nú þurfum við bara að fara að hugsa þetta bara sendum út eitthvað sem bara tikkar í öll boxin og þó það sé eitthvað formúla bak við lagið, mér alveg sama, ég vil bara fá vinningslag og ég vil fá söngvara. Okay. Ég er með konu í huga. Hún er? Birgitta Haukdal. Hún er farið? Já, en ég held hún þurfa að fara aftur af því að Birgitta Haukdal er æðislega söngkona. En Birgitta Haukdal er að eiga eitthvað moment núna. Nú, hvað? Ég bara sá hana í Idolinu og hún er dómari. Og þú veist, hún er bara búin að þroskast mjög mikið og hún er bara orðin svona, hún er bara svona frá, sko nú er ég tala frá Írafárstímabilinu og hún er bara svo með þetta og það ég held að vera í fyrra eða heitti fyrra þess að hún kom fram sem eitthvað svona byrjunaratriði og það var opnun á, ég held að vera heitti fyrra heyrðu, og þá, og þú veist, hún var einhverjum semilíu búning með einhverju skikkju sem var bara semilíu búning með skikkju Óli, þetta var svo glæsilegt og hún var svo glæsileg og hún var með svo mikla neglu ég hugsaði bara, af hverju er þessi kona ekki að fara fyrir sko þjóðina út og vinna ég held að við fáum bara rétt af fólki í kringum hana Birgitta Haukdal fer og syngur og við leggjum alla, sko bara öll afnotagjöldin nú leggjum við bara allt púðrið í þetta Birgitta út og byggarinn heim. Ég er ekki að djóka, Óli Hjörtur. Hvað finnst þér þessa pælingu? Ég held að hún sé contender, sko. Ég held að sé komið aftur að henni. Ég held að mómenti henni sé núna. Ok. Birgitta Haukdal. Hún er geggjuð, sko. Ég veit ekki bara Birgitta Haukdal. Nei, nú er komað til mig meira. Nú, hvað? Birgitta Haukdal og Jóhanna Guðrún. Það væri skotelt tvenna. Já. Jóhanna Guðrún. Hún þyrfti reyndar, sko, Birgitta er alveg rock solid en Jóhanna Guðrún þá þyrfti að taka hana á prívatal og segja elsku Jóhanna Guðrún, hún er sko geggjuð en Jóhanna Guðrún þá þarf að taka út þetta Ufsulon, nú tökum við út það þarf að rýbranda. Ufsulon? Þú veist sko, hún alltaf að herja á erlenda markað og hún gerði það með nafninu Jóhanna, Ufsulon og Hanna og ég held einhvern veginn að það hafi verið sko hennar falli? Ekki með hennar falli, en svona ekki alveg beint rétt múfið. Ég held að það hafi svolítið verið fyrir henni. Okay. Ég held að þetta hafi ekki verið jafn mikið, sko, svona byr eins og það átt að vera. Af því mér finnst hún ætti bara að heita Jóhanna með stóri jóði og bara Jóhanna Guðrún, nafnið hennar. Jóhanna Guðrún, Birgitta Haukdal, let's motherfucking go. Já. Af því að þú veist, ég held að þetta sé eitthvað Óli Hjörtur. Og það er eitthvað svo synchronized dancing eins og, það gæti verið eins og þegar Sigga Beinteins og hinn sem aldrei hvað heitir Eva Ásrún takkarskan. Nákvæmlega, nei eða já, ég er að segja, getur ekki tekið eitthvað svona þannig dæmi. Ég er að meina það, þær þurfa ekki að vera synchronized dancing, alls ekki en dansarir, og ég vil hafa dansarir upp á þessu sviði, þeir þurfa að vera með rock solid atriði líka sko eins og ég segi, hugsa þetta frá það er að setja eitthvað besta fólk í þetta Ellen Lofts í búningum shout out nei ég meina, ég ángríns ég skal alveg kaupa þetta ertu að kaupa svo tvennu? Þú veist nú er ég að setja þetta út í kosmosið af því að þú veist, við erum alltaf að taka þátt er ekki komið tíma á að við vinnum þetta ekkert tímann munnaði mjög litlátt með Selmu árið ég hef aldrei öskrað og líka með Jóhannu Guðrún og með líka með Jóhannu Guðrún en það getur bara Selma ekki verið með Selma gæti alveg verið með sko getur ekki verið svona þristur 3 turnar shit, ég svitna bara að hugsa þetta Selma gæti náttúrulega líka verið með Selma getur verið góð sko þá værum við að tjálta til öllu Óli þetta Ellen í búningunum og hver það þyrfti ykkur að vera með Ellen í búningunum þetta er ekki einsmannsverk sko já, þær 3 reyndar þá erum við bara þú veist, það búið að, já, þá held ég þetta sé stöngininn, sko. Flottar bakrættir og svona? Já, bakrættir með ekki lengur vera á sviðinu, sko. Nýja reglur. Svona mikið fylgist ég með Eurovision, sko. Já. Mér er svo sama, sorry. Já. En dansarar með að vera með, sko. Ok. Já. En, þú veist, ef við myndum vinna þetta, hvað er hún haldin? Það er nefnilega heila málið. Feilsöllin, Harpan. Nei, það þyrfti bara að byggja. Nýja höll. Já, og þeir leggja pening í það, sko.
Eurovision fullt af pening. Þetta liðar nú úti. Myndum fá nýja höll og já, þetta er svo mikið lyftistöng fyrir íslenskt sko listalíf. Stöngin inn, myndur þú segja? Sko stöngin inn á öllum sviðum. Ég held að þetta er sláin inn. En þú veist, þetta er bara lyftistöng fyrir íslenskt þjóðlíf. Okay. Skilurðu mig? Ok. Ertu ekki sammála því? Jú, sko þetta er tríológía, þær 3 ár myndi alveg vera algjör negla, sko. Ef ykkur er nú úti og er að heyra þetta og er með ítök, þú veist, hugsið þetta og ég held að þarna við séum með eitthvað, þú veist. Þetta er okkar bestu konur í brunni. Ángríns. Ég meina, en ok, Eurovision, shit show, svo eru kostningarnar náttúrulega ennþá í gangi. Ertu búin að taka kostningaprófa RÚV? Já. Nennir að tjá þér. Ég skal tjá mig. Á ég byrja? Já. Ok. Ég tók þetta próf. Þú tókst kostningaprófa RÚV og hver ert þú? Hvað kandidat ert þú? 70% Steinunn Ólína. Já. 69% Jón Gnarr. Eftir það kom Katrín, sem ég var alveg, what? Já. Og Hattarhund var 55 manni, en ég sá ekkert með Ásdísi eða eða, já, þetta er það sem ég man. Hvað? Mér er svolítið skrítið, sko, já, ég tók þetta og Katrín Jakobsdóttir og Jón Gnarr komu upp efst hjá mér. Já, ok. Ég verði þetta vikið, það var mjög fyndið, vel ég svolítið búin að vera að horfa að hýrum augum gagnvart hennar Steinunn. Já. Steinunn er rosa flott. Sko. Já. Ég var rosa hörð og ákveðin þarna, en það er allt opið hjá mér ennþá, sko. Já, það er allt opið hjá mér, sko. Ég veit frekar hverju ég ætla ekki að fara að kjósa, en hvernig ég ætla að fara að kjósa. Hvernig ætlar þú ekki að kjósa? Já, ég hafi þetta frekar. Viltu ekki að tjá þig um það? Ég get alveg sagt hverju ég ætla ekki að kjósa. Ok. Alveg klárlega ekki Arnar, klárlega ekki Katrínu. Halla Tómas, nei. Heyrðu, talandi um Halla Tómas, hún var í síðdegisútvarpinu á Rás 2 og hún bara viðurkenndi það að hafa neytt fíknefna fyrir löngu síðan. Smoking the Buddha? Sko... Eða The Devil's Dandruff? Nei, þetta kemur úr náttúruríkinu. Hún segir sko að... mér verður bara að segja brave. Mjög brave. Og thank you for the honesty, skilurðu. Hún segir að hún sagði ekki hvaða efni, en hún sagði að umrætt efni væru þau sem að yksu í náttúrunni. Ég er náttúruna barn. Þannig að við erum að tala um sveppi, gras eða sveppi eða gras. Vistu það, hvort sem það sé sveppur eða gras, ég ætla ekki að dæma það. Ég ætla ekki að dæma heldur. Mér finnst bara, en hún segist ekki, hún er augljóslega ekki að viðurkenna einhvers konar sko fíkn. Nei. Og hún er ekki sko þræll fíknarinnar, hún er bara að tjá sig hann hafi prófað. Mér finnst það alveg hugrægt sko á þessum tímapunkti í leiknum að bara opna sig þetta og raising awareness greinilega. Hvað heldur þú hafi verið því? Ég ætla að segja sveppi. Já, af því það eru rosa margir að prófa sveppi. Bara sem sko heilsubót. Ég er að segja það sko. Að mikið þessu sveppi á mótnana hefur bara bjargað kvíðan mínu sko. Já, there you go. Og það tala rosa margir þetta. Og ég meina það eru, þú veist, og það með við svona hvernig lyfjabransin í heiminum í dag er að fara með bara mannkynið, þá virðist þetta vera bara mjög góð leið fyrir mjög marga. Flest alla virðist vera sko. Ég mæli með. Já, það er enginn sem hefur eitthvað komið illa út úr þessu sko. Svo far, eða sem ég veit um. Já, það er verið bara skemmtilegur, maður fyrir að sjá svona liti. Er það? Ég hef ekki heyrt marga tala um það. Þú veist, Óli, og þú veist, ég ætla að segja, það eru skammtastærðir og mikró versus makró. Mikró þýr að taka lítið, Óli. Þetta er ekki að makrodósa. Ertu nokkuð að taka mikið? Þetta var náttúrulega 1 dagur, en ég var alveg pínu fangi á því deginu, sko. Ég var þetta mjög mikilvæg fundi, en ég vippaði þessu fundi upp eins og vasklassi. En hugrægt að þér samt að vera að fara mikilvæg að funda og bara, heyrðu, ég ætla að fá mér smá sveppaður en ég fer á fundin. Þetta var svolítið stór fundur, sko. En hvað það heldur? Ég held að ég greinlega tekið á mikið, en þú veist, það fór allir sáttir burt frá þessu fundi. Varstu svona allt í einu á fundinum og svo bara, hvað er að gerast hérna? Eða varstu allt í einu bara, býtu, var peysaði svona litin þú komst inn? Nei, ég veit ekki. Nei, þetta var allavega bara skemmtilega fundur. Já. Og hérna. Eins og ég segi, it's to his own, en þetta er allavega hjálpar á svo mörgum og ég bara flotti hann að viðurkenna allavega. En já, Katrín Jakobsdóttir er samt sko smá í
Hvað var það? Já, hún smá svona mjög skrítin frétt sem að koma í dag og mér langar aðeins að ræða þetta við þig. En það var gefin út bók tilefni 80 ára afmæli lýðveldisins sem að er gefins fyrir landsmenn. Það þurfti að farga þessari bók núna, farga 30.000 eintökum af því að hún ákvað að fara í forsetaframboði, af því að formálinn er forsætisráðherra sem skrifar hann og þegar þessi bók er gefin út í 30.000 eintökum er Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sem skrifar hennan inngang. Hún er ekki lengur forsætisráðherra, Bjarni Benediktsson er forsætisráðherra. 30.000 eintök út á Sorpu, eitthvað enn og kolefnisfótsporið þar. Já. Það er ekki mjög grænt. Hver borgaði brúsann, veistu það? Ef það komið eitthvað ljós. Þú, Óli. Já. Og ég. Borgaði við brúsann? Hver annar? Ég held að þetta komi ekki úr hennar eigin vasa. Nei. Þannig að það þarf að farga þessum 30.000 eintökum, endurprenta með nýjum formála frá Bjarna Benediktsinni. Bara, þú veist... Það sturla, Þetta er í fréttunum, þetta er mest lesna fréttunum vísi í dag. Hvað finnst þér þetta? 30.000 eintök í rusli. Ég vona bara, þú veist, og ég veit ekki hvað mér finnst þetta. Ég bara, þú veist, þetta er svo galið. Fjallkonan, þú ert móðir voru kær, heiti bókin. Ég held að Fjallkonan sé ekki sátt í dag. En Fjallkonan er brjáluð. Ég get ekki ímyndað mér að Fjallkonan sé ánægð með þetta. Hún er ekki sátt. Og megi hún bara vera ósátt, sko. Nei, mér finnst þetta bara svolítið, mér finnst þetta svo mikið sóun eitthvað, þetta er bara svo mikið bruðl og sóun, ég bara svona... Það var í fréttunum, við erum að fara í fréttu vikunar. Já, vissulega. Svo var svolítið erfið frétt vestanhafs frá New York. Hvað? Og leikarinn Steve Buscemi er að labba úti í New York. Já. Herðu, hann er bara kildur í grímuna. Hann fekk bara einn gull morgun. Hann fekk bara einn gull morgun, beint í smettið og þetta kom búið þurru og málið er, það sem að mér finnst vera svo skeri við þetta, er að þetta er eitthvað núna trend í New York allavega. Er þetta eitthvað TikTok trend? Það er það sem að, mig grunir TikTok, en að það eru, ég er búin að heyra af fleiri atvikum og þetta er random. Já. Þú veist ekkert hver þetta er, eða skilur það er engin aðdraðandi, þú ert bara að labba með þitt kaffi og þinn Dunkin Donuts kleinring eða hvernig svo sem þetta virkar, svo ertu allt í einu bara kildur. Mér finnst þetta svakalegt. Rick Moranis var líka kildur árið 2020 í New York. Hver er Rick Moranis? Hann lék aðalhlutverk í Honey, You Shrunk the Kids og líka í Ghostbusters, hann var þarna litli gaurinn. Var hann kildur? Hann var kildur. Veistu það er svona svipur með Steve Buscemi og honum eða þú pælir í. Rick Moranis og Steve Buscemi. Svona svipaða týpur. Finnst þið það? Nei, ég veit ekki. Nei, ok, en það er hrikalegt að heyra þetta. En þetta byrjar eitthvað, já, ég er búin að heyra þetta og það var ykkur Íslendingur sem lendi í þessum daginn líka, sko, sem var í New York. Pönnaður! Þetta er hrikalegt, Óli. Ég er búin að heyra þess að ofbeldi í New York, sérstaklega í New York, er bara skyrocketing. Það? Já, rosalega mikið. Mundirðu segja að það hafi gerst eftir COVID? Já, það byrjaði eftir COVID, já. Það er nefnilega það, sko, og það er svo mikið ólga náttúrulega í Bandaríkjunum akkurat núna, sko. Ég meina það hefur alltaf verið ólga í Bandaríkjunum. Já, ekstra mikið, myndi ég segja, sko. En ég held, getur verið, að við höfum rætt þetta, Óli, en getur verið að fólk hafi mist vitið í COVID. Já, ég held það. Ég held það virkilega. Það hafi mist vitið og það er bara ekki búið að finna það aftur. Vitið er týnt. Vitið er týnt og það er langt í land að finna það aftur. Það er bara einhvers staðar í einhverju rusli. Já, það er einhverjum gámið einhvers staðar, þú veist, út á opnu hafi. Ég meina, en mér finnst, og það sem að gera þetta svo skelfilegt, er að þetta er engin aðdraðandi, þú veist, þetta er bara, þú veist, það getur hver sem er lent í þessu, og eða skilur þau. Þetta er ríkalegt. En, Sín Steve Buscemi svo geggjar. Hann er aðeinslegur. Ljós. Hann er geggjarleikari. Býtu, í hvaða, hann er að fara að leika ykkur núna sem að við erum að fara að horfa á. Aha. Já, hann er að fara að koma með eitthvað comeback. Er það Only Murders in the Building, eða? Getur það verið? Nei. Allavega, hann er alltaf bara leikari. En af því að þetta er frægur leikari, þá fær þetta náttúrulega aðeins meiri athygli, þannig að það er mjög mikið verið að tala um þetta núna og verið að tala um bara, þú veist, hvað er að gerast, hvað getum við gert í þessu. En vissið þú, talandi Steve Buscemi, bara smá svona, fróðleiks, móli sem ég ætla að koma með. Það er alltaf til september 2001 gerðist, þegar, tvíburturturinn voru, bombed. Já. Þá, hann er gamall slökkviliðsmaður. Þannig að hann frétta af þessu, var í New York,
skellti sér í búningin og hjálpaði slökkviliðsmönnunum. Nei. Jú, gratis. Þannig að ef ekkur átt að skila að vera pönnaður í framann óvænt, þá það minnst af stífku. Fór hann bara niður á stöð og bara strákar? Hann fór bara niður á stöð og bara strákar. Ég er hér til að hjálpa. Þau bara í búningi með ekki emli. Hann alltaf gammal slökkviliðsmaður. Hann var slökkviliðsmaður á ára var leikari. Hvað finnst þér þetta? Mér finnst það alltaf bara rosalega vel gert. Ljósin. Mér finnst það rosalega vel gert, en mér finnst það bara ógeðslega leiðilegt að heyra þetta. En já, og svo ert þú búin að skoða eitthvað meira með bókin hennar Whoopi Goldberg sem vorum að ræða? Hún er svolítið mikið í fréttunum núna út af þessari bók. Sko, það var eitthvað frétt sem ég eitthvað klikkaði í, sem var eitthvað, hún var ekki að tala um 136 kíló. Já. Það er Hver var aðdragandinn að því? Nú ertu með þetta opið. Þú ert með þetta opið. Ég er ekki, já, byttu nú við, ef ég tjekka þessi sko, málið er að talandum ofþyngd að nú er ég svolítið mikið að skoða allt svona heilsutengt út, bara út af minni eigin heilsu. Og allir helstu sérfræðingar að tala um það að þú veist, COVID er bara grín með við í raun og veru hvað mannkynið að takast á við með við heilsufar almennings í dag, sérstaklega Bandaríkjamanna. Af því að þú veist, það fólk áttar sig ekki á því hvað er mikill sykur í mat og þú veist hvernig matvæli eru framleidd í dag. Þá eru þau raunverulega gerð þannig að þú veist, þú setja náttúrulega bara alls konar aukaefni í þetta sem gerir það verkum að þú veist, þetta bara, þú farð aldrei nóg, skilurðu, og þú vilt bara fá eins svona mikinn sykur og setja eins mikinn sykur og þú mögulega geta í matinn. Sykur er brjálæðislega ávanabindandi. Vissir þú að sykur er 7 sinnum meira ávanabindandi heldur en kókaín? Já, þú færð sem einkenni, þú borðar mikið sykur. 7 sinnum meira ávanabindandi. Spáði í því og þetta er löglegt. Það er svakaleg statík, Óli. Þetta er rosalega. Og ég áttaði mig ekki á þessu fyrir að ég þurfti að taka sykurinn út. Að þá bara, ok, ég má ekki borða sem sykur, þess vegna fór ég að spá svona mikið í þessu og það er sykur í öllu, Óli. Þú veist, að því mér stundum næsam með bakaða baunir, þú veist, ég geti bara alls fengið með Snickers. Það er bara ógeðslega mikill sykur í bökuðum baunum. En þú veist, það er til án sykurs. Þannig ég kaupið það, skilurðu. Þannig að af því ég þurfti að taka sykur, nú þá byrjaði ég að pæla meira í þessu og ég verð að viðurkenna að ég er í áfalli og búin að vera aktíft í áfalli yfir því hvað er mikill sykur í mat. En aftur að Whoopi Goldberg og öllu því að ef þú ert ekki að hugsa í raun og veru meðvitað það sem þú ert að borða og ert bara eitthvað, þú veist, og ég meina, þú veist, það er bara fólk er upptekið og bara, ég ætla bara að ná mér í skyndibita eða bla 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 bla. Og ef maður er ekki að halda mjög þetta á spöðunum, þú veist, þá bara án þú veist af, skilurðu, ertu bara orðinn andstuttur og þú ert bara kortir í Reykjalund, sko. Þannig að þú veist, mögulega hefur hún bara verið þar, sko. En af því að þú ert náttúrulega ekki búin að vera að finna fréttina eins og þú ætlar að vera að gera með ég var að tala. Ég var bara svo mikið að hlusta þig. Já, en það sem ég líka hugsa sko með þessi 136 kíló af því að sko hún er grasreykingamanneskja, hún Whoopi Goldberg. Þetta hún gerir það ég veit, nú er ég bara að fylla í eðunar með að þú ert að finna sjálfa fréttina að talandum náttúrunarefni, að þeir sem að reykja gras tala oft það að matalistin eykst, sko. Klárlega. Og að þú ert í Bandaríkjunum, Bandaríkin, veist ég alveg tala, þau eru náttúrulega alveg sér á báti með að setja sko sykur og aukaefni í allt. Og svo kannski ertu bara að fá þér eina dúbi og svo ertu allt í bara stendur fyrir framann með tilft á kleinurringjum, skilurðu. Og þetta er allt svo stórt og mikið. Þú veist, enga stund að dundra eru byrja 136 á þess að ég veit eitthvað máli. Ekki heldur, sko. Ég náttúrulega, þú veist. Þú náttúrulega reyndar ég get úðað í mig. Þú getur úðað. Ég get ekki labba fram hjá bakari og þá finn ég, sko, það hefur áttist að þyngdar aukning, sko. En býttu, ég er eitthvað að opna fréttina og þess að hún tala um The Kelly Clarkson Show. Já, hún er í viðtali á Kelly. Og þess að hún notfæri þessu blóðsykurslifið Mounjaro til að grennast. Já, það er allir að því og amma þeirra, Ozempic og það er allir að því núna, sko. Það er allir að því. Já, sem Oprah Winfrey er á því, Carling, Sharon Osbourne, það er alltaf viðkynna að nota svona lyf til að grennast. Það er allir á þessu. Er þetta bara pilla? Nei, þetta er ekki pilla, þetta er þessu sprauta í bossan, eða hvað svo sem því sprauta. Þetta er sprauta og í kjölfæri verður þau hói og slank, en
þú veist, fólk verður líka átt að segja því að þú ætlar að sprauta í því ósembyggi bossan, þú verður að gera það sem eftir er að lífinu þínu. Það virkar þannig. Þetta þannig að þú gera restina af lífinu þínu? Já. Ha? Óli Hjörtur Ólafsson. Haltu kjafti. Nú veist þú mikið þú búin að kanna þetta, Natalie. Óli, þetta er bara í öllum miðlum. Já. Þú veist, og það er allir að tala þetta. Ok. Og skiljanlega, ég menna, þú veist, þú ert búin að vera að jójóing in weight, eins og ég og Ópra, skilurðu, þú veist, og ég skilur hann að Ópru mín að fara þessa leið, fattarðu. Þú veist, það er alveg ástæði fyrir okkur, ég þurfti að taka sykurinn út, ekki að því ég var að vanda mig svona svaklega mikið. Ég meina, það sást og það sést á sölutölunum hjá Góa þegar ég fer í break, sko. Þú veist, ég veit ekki hvort að ársfjórðungurinn sé búin að jafna sig eftir að ég dró í land, en veistu, ég er þar, fattarðu. Ok. It's an addiction. En hvað er svona, bara svona þannig að við getum talað á góðnótunum og ráðlagt fólki. Já. Hvað er svona hámark sykur sem þú getur neytt á hverjum degi? Hámark sykur? Já, þú veist, hvað er svona, á mánuði, skilur þú, ég er ekki með eitthvað drop, Óli, ég er ekki með neitt dropatæljara og enda myndi ég ekki nenna því og ég gæti það ekki. Ég bara tók hann alveg út, þú veist, og bara blessu sér minning bestu rúsirinnar, ekki auðlýsing, en ég er að segja, skilur, þú veist hvernig ég var. Ég veit það. Þú veist hvernig ég var. Þú varst óð í Kaliforníu rúsirinnar. Ég var bara óð í mjög margt. Og ég var bara æðandi í heil og halvu pókana. Og ég menna að þú hitt mig í bónus með körfuna á sínu tíma. Ég hitti því bónus með körfuna á sínu tíma. Ég menna, spurður þú oft, er barnaafmæli heima? Eða ertu bara, eða skilur, nei, ég er að fara heima, horfa sjónvarpið. Þetta var bara staðan. Þetta var bara, Óli, þetta var bara staðan. Og hvað ertu búin að sykurlaus lengi? Ég er búin að sykurlaus í rúmlega 2 ár. Nýtt líf. Og hvernig líður? Óli, Natalie. Aldrei líður betur. Ég var að gera þetta. Ég var flautuð út af, Óli. Eða það? Já. Út af bara? Heimilislæknir, hún horfði í augun á mér. Hún sagði bara, Natalie Guðríður, ef þú hættir ekki að borða nammi á þessari stundu núna, þá þurfum við að fara að ræða eitthvað skona lyfjagjöf. Og það fannst mér vera, þetta er svona moment. Það eiga allir svona sín moment og sína botna í sínu lífi. En þetta var mitt moment í lífinu, þar sem ég sagði, nei, hingað og ekki lengra. Nú gríp ég í þessa handbremsu og ég hef ekki snúið við síðan. En þegar þú færð svona kreifing, hvað borður þau? Ég bara, þetta var erfitt fyrst, sko, af því ég þurfti að detoxa, en svo bara af því ég læti þetta í friði, þá er ekki að trufla mig lengur. Og svo er bara fullt af öðrum optionum að núti sem eru bara mjög góður, sko. Ég leti nú fá eitt stykki daginn. Og þarf að segja, já, ok, fæn, nix. Við erum með bullandi auglýsingar í gangi hérna og alveg gratís. En já, það er bara komið rosa mikið, af því að þetta er bara það sem að skipti máli í dag. Og ég sjá það bara betur og betur hvað sykur er crazy. Það var náttúrulega eiturlyf í gamla dag. Þú veist, þegar sko við erum að tala ég veit ekki hvort sé að fara að styggja fólk með einhverjum staðrendavillum, en ég held að bara tíma Rómverja, sko, þú veist, að því að sykur var bara fyrir aðalinn, skilurðu. Og þegar það voru, sko, þú veist, almenningur var ekkert að borða sykur. Þú veist, sykur var ekkert fyrir nonna og manna fyrir bara, þú veist, það er ekkert svo langt síðan, skilur. Nei, en þú veist, það er nokkur ár síðan. Þannig að það átt að draga og það átt að gera, sko, því aðallega náttúrulega að gera vel við sig. Það var bara svallpartí og dregin fram sykur og fólk var bara sturlað í einhverjum sykurorgjum, skilur. Þetta var bara staðan. Sykurorgjum? Óli. Þetta segir að fólk hafi verið sykurorgjum. Ég sé nú bara fólk oft bara í nammibarnum á laugadöfum í sykurorgju, skilur. Það er þetta með risapoka og það er að skópla í sig og inn í pokana. Ég myndi segja að það verið sykurorgja. Ok, já, vissulega, þetta er sykurorgja. Ég myndi segja það. Síðan 50% afslutur á laugadöfum. There you go, orgja. Þetta er orgja! Þú veist, fólk þarf að passa sig. Ok, en þú veist, þú bara sykur nammi? Já, ég bara reyna að sneiða frá. Svo bara breytist það, skilur þú veist, og maður bara byrjar að þú veist, þegar þetta er komið út úr systemunniðinu, þú veist, augun mín líti allt öðruvísi út og húðin lítur allt öðruvísi út en já, þannig að þú veist, en það er bara því ég er svo mikið
ég var bara tók þetta svolítið alvarlega mín síkuneyslu. En þú varst að gera eins og sagðir, læknir sagðir. En ég var samt að segja, ég tók bara svona tímabil, ég var ekki alltaf að borða sykur, en þegar ég tók mína rispur, eins og ég segi, þá kom það alveg fram á sölutölunum hjá liðinu, sko. Þú veist. En hér í dag, þannig að, já, en það er alveg ástæðan, en ég er ekkit ein og það er ástæðan fyrir því okkur, þú veist, þessi lyf eru svona brjálæðislega vinsæl. Af því að, En með þessi lyf, getur þú ennþá úðað í því sykur og tekið lyfin og það er góður? Ég átta mig ekki alveg á því. Ég er alltaf að spá hvernig þetta virkar. Getur þú ennþá verið bara eitthvað 5 Snickersbar og bara... Nei, Óli, ég held samt sko að, ég held nú að það geti ekki verið. En þetta á bara, ég held að þetta sé ekki eitthvað töfralaust, en ég held að ef þú ert komin þarna, þú veist, þú ert komin, skilurðu, þegar þið farið að valda þér ónotum og ónæði og vandræðum í lífinu, þú veist, það þýðir ekki að vera að fá ykkur töfra lausn í formi pillu eða sprautu og halda svo áfram að gera sem þú ert að gera það þýðir að þú þarft að breytum stefnu og breytum lífstíl, skilur, þannig ég held að það sé að hjálpa fólki til þess. Þú veist, ekkert að því að borða sykur bara í hófi fyrir þá sem geta það. Og væntanlega unnar kjötvörur, þú borða það ekki væntanlega ekki heldur. Óli, þú vilt ekki gera það frekar langan tíma. Það ætti nú eiginlega bara að vera sko lögreglumál fyrir það sem er að borða unnakjöt. Í alvöru tala það, þetta er svo slæmt fyrir heilsuna. Hann er alltaf að koma betur og betur fram. Þú veist, hann er bara að vanda sig þar, vanda sig í mat og vanda sig í drykk. Þá, þú veist, maður er að fjárfesta í framtíðinni. Ég horfa á þetta þannig. Erum við ekki sammála? Við erum sammála, absolutt. Ég er alveg, núna ég er hugsað. Unnar kjötvörur, þú veist, vilt ekki bara freka fá þér síkó? Þetta er eins. Að fá sér pulsu og bara unnar kjötvörur, þetta er bara... Pulsa er unnin kjötvara. Ég er að segja það, þú ert að líka pulsu við sígarettur, basically. Ok, ég er að draga stórt úr mig, en ég er samt að segja að, já, að fá sér síkó unnar kjötvörur, já, þetta er í sama hverfunu. Þetta er bara rosa skemmtileg samtala, Natalie, ég verður að segja, ég er að uppgöta mjög mikið. Já, maður verður bara að vanda sig. Já. Því hreinni sem fæðan er, því betur líður líkamanniðinu. Það er niðurstaðan. Eins og ég segi, ég þurfti að fara og kafa djúpt onni í þessi fræði. Af því að ég var bara þannig stödd með orkunum minn og líkama minn að ég þurfti að fara að pæla í þessu. Og það er búið að vera mjög lærdómsríkt ferðalag og það er mjög margt sem búið að koma mér á óvart. Þar á meðalið mitt, hvað er mikið sykurmagn í öllu þessu og ég er búin að þurfa að átta mig á því að lykillinn að í raun og veru öllu er mataræði. Já, ég skil. Fattarðu? Heilsunni. Það er allt í gegnum matinn. Þannig að þó fólk þarf að passa sig sko. Og sérstaklega í Bandaríkjunum, þú veist, þá er bara öðruvísi löggjöf varðandi með upplýsingalöggjöfuna. Hvað fyrirtækin þurfa að segja þér, hvað er í hverju. Þannig að þau eru ekki alltaf að segja sannleikann því miður. Vissið þú til dæmis, margir við tala því daginn, að Kellogg's, það er náttúrulega bara bullandi sykur í öllu því. Það er mikil sykur í því, já. Þau voru að koma með herferð sem er mjög umdeild, voru við ekki að tala um þetta? Nei. Þá er, sem sagt, sko, eitthvað svona, kemur okkur auglýsingar að sem fólk er að borða morgunkorn að kvöldi til og þau eru að leggja til að þau ætti að borða það í kvöldmat. Já. Og það er eiginlega svolítið slippery slope, myndi ég segja, sko. Já, en þarna... Þú gerur það grein fyrir því, sko, náttúrulega að fólk sem er, sko, þú veist, læra í fæðikeðjunni, ég vil bara segja, bara svona fólk sem á ekki mikið pening á milli handana, fátækar fjölskyldur, þetta er ódýr matur og þetta er svona, ok, við höfum bara Kellogg's í kvöldmat, fyrst að auglýsingin að segja, ertu að fatta hvað ég meina? Ertu þá að segja að þau séu... Þau eru að hvetja til fólks sem á ekki mikið úrræði, sem getur ekki vandað til að borða rétt, þá eru þau að helja að þau, þannig að þau eru bara basically að segja, bara hvetja til þess að borða morgunkorn í kvöldmat. Það var herferð núna, hún var mjög umdeild og fólk var mjög reitt út í Bandaríkjunum. Ok, ég meina, sko, ég veit nú ekki alveg sem aðalréttur, en þetta er svona millimál. En mér finnst þetta til dæmis, þarna er fyrirtækið að hugsa um sína eigin hagsmuni, ekki um hagsmuni mannkynsins í heild, sko. Klára, vel þess að það var búið að lækka sölu, víst, salan búin að lækka á morgunkorni, þannig að þau bara eitthvað... Óli, hvað voru við að ræði síðasta þætti með myndina Unfrosted? Sölutölunar búin að lækka, þar að leiðandi, þetta er mín kenning, að þeir hafa sett, þeir eru í sókn. Já. Þú sér það. Já. Ég veit það ekki, minnst leiðilegt að heyra þetta ef að þetta er niðurstaðan af því að sko samkvæmt mínum útreikningum þá þarftu að borða prótín í hvert einasta, að þegar þú ert að borða þá þarf að vera prótín með sko. Klaro. Og síðast ég vissi er ekki prótín í Kellogg's. Nei. Þú veist.
það erðabreytt korn og þú veist, svo bara, já, við getum talað, við getum helgað þættunum þessu málefni, sko, ég get rætt mjög mikið þetta, en þú veist, fólk, svona, niðurstaðan mín líka þessi að ég get ekki lengur treyst í það sem að fyrirtækin að segja mér. Ég þarf að afla mér upplýsinga, ég þarf að kynna mér málið sjálf til að átta mig á, þú veist, hvað best fyrir mig. Þannig að nú ég bara búið til að vera áranóli minn og maður ekki að verða yngri og þetta niðurstaðan. Ok. Þannig að mér líður rosa vel í dag. Þú lítur vel út. Takk, engillinn minn. Takk. Algjör skvís. Já, takk sem að leiðis. Þannig að, vissið þú, ég mér svona, ok, erum við búin að ræða heilsuna? Við erum búin að klára þetta maður, ég held að bara sé bara komið gott. Ég með eitt svona fun fact, ég rosalega mikil aðdáandi Sylvester Stallone og Rocky myndana. Það veit ég allt Og einu af mínum allra uppáhaldsmyndum bara Rocky 1 og ég viðurkenni það opinberlega og hvar sem Í heimahúsi utan dyra bara, mér alveg sama. Rocky bara einu af mínum uppáhaldsmyndum. Og ég hef hort á þar allar oft. Vissið þú að lagið Survivor með hljónstinni, lagið með hljónstinni Survivor, lagið Eye of the Tiger sem hérna með In the Eye of the Tiger. Nei, Survivor. Hljónstinni Survivor? Ok. Ég var að fara í Chicago. Allavega. Þú getur googlað mig, ég að segja frá þessu. Ég trúi þér, sko. Allavega stóð þetta í fréttinni, en allavega þetta geggjalag. Og ef þú ert, sko, þetta svona lag sem þú setur á, tala ekki ef þú ert í gimmunu og setur á hann í Eye of the Tiger, þú ert að lyfta þyngra, þú ert að hlaupa lengra, þú gerir bara einhvern veginn meira. The whole 9 yards. Þetta lag rosalega empowering. Heyrðu, Sylvester Stallone bað hljómsveitunum að semja þetta lag eftir að hljómsveitin Queen neitað honum að nota lagið Another One Bites the Dust í Rocky-myndinni. Hann hafði upprunalega beðið Queen, haft samband og bara, hann að gera myndin af Rocky og mig vantar, má ég nota lagið Another One Bites the Dust og þeir bara, nei, mátta ekki. Þannig að Eye of the Tiger samið sérstaklega fyrir. Var þetta ekki Rocky 2? Jú. Frekar en 3. Mögulega 3. Ég man bara eftir Dolph Lundgren myndin sem var Rocky 3. Erfið mynd maður. Dolph, Íslandsvinur. Alveg lamdi svoleiðis úr honum allt líf. En já, ég vissi þetta ekki, en þetta hefur verið samið sérstaklega fyrir myndina. Geðveikt lag. Ég spila þetta stundum á sirkus, veistu það breytti stemningin. Úr svona yfir í að vera bara eitthvað, fólk að vera að fá sér, yfir í bara eitthvað svona mjög. Spilar þetta lag á sirkus? Já, sín tíma. Hikaði ekki við það, ef ég var komin í stuð á stemningu. Þú getur rétt ímyndað hvað þetta eitthvað svona valdeflandi að vera bara þetta rosa lag, heyra þetta lag. Þetta alveg bara Rising up back on the street. Já, allt í nörtu bara eitthvað ég ætla að skvísa þetta, ég ætla bara að reyna við hana. Til í þetta? Já, þetta þannig. Ég sá það bara gerast. Svona hefur tónlist áhrif á fólk. Það þannig, sko. Hvað myndir segja svona skrítnasta lag sem þú hefur spilað og samt fílar? Eða eitthvað svona lag sem þú svona, svona guilty pleasure hjá þér sem að þú hikar ekki við að spila en fólk svona, akkur náttúrulega að spila þetta lag? Sko, það er kannski flókin spurning? Nei, það nú kannski að ég nú ég bara í dag spila ég bara danstónlist, en það meira þegar ég var að spila á sirkus í gamla daga, þá var ég að draga upp svona skrýtna smelli þegar ég var sjálf komin í þannig stuð. Ég spilaði stundum þetta myndi ég segja að væri svona skrýtin smellur. Ég myndi segja líka Turn Me Loose þegar þú tókst það. Ég fíla þetta ekki lag fyrir en þú spila Turn Me Loose. Þetta grínast hvað þetta er gott lag. Sama hljómsveit? Nei, býttu, hvernig voru Turn Me Loose? Loverboy. Loverboy. Turn Me Loose. Þetta var svona ekki One Hit Wonders. Turn Me Loose. Veistu það, þú þarft ekki að semja annað gott lag ef þú ert búin að semja Turn Me Loose með Loverboy. Ég ætla að skora á hlustundur og ég ætla að skora á þá sem hafa ekki heyrt þetta lag, hvar sem þau eru stödd núna, bara stöðiði þetta streymi eða hvað sem þau eru að gera, hlustiði eða eftir, augljóslega, sláðu inn Loverboy
og setið á Turn Me Loose þið mig ekki þakka mig síðar. Þetta er þannig lag. Þetta er ekki lag, sko. Geðveikt lag. Ég fíla þetta lag ekki fyrir en þú byrjar að spila það, sko. There you go. Þannig að... Ég setti það á og það aftur svona mjög valdeflandi og maður sá bara, þú veist, fólk sem var ekki alveg búið þóra að tala saman, allt í einu bara fara að tala saman. They're loose. They're loose. Bara turn me loose. Turn me loose. Svo spilaði ég alveg stundum When I Wake Up, en mér langar að taka fram, þetta var tímabili sem ég drakk The Java Juice. I would walk 500. Ég hef sett þá, sko. Ég held ég að vera með því þegar þú sett það. Já, þetta einhvern veginn kveikt í en það þarf að vera rétt moment, sko. Eru skotar eða írar sem syngja þetta? Mér langar að segja skotar. Ég þori ekki að fara með það, en það er annarkvort. Þeir eru bræður, svo mikið veit ég. Eineggja. Eineggja, spáði því. Með svona líka fína raddir. Já. Gekkjalag. Þannig ég seti það á, en talandum að svona tónlist hafi áhrif á fólk, að þá mann ég var komin í eitthvað svona gýr og var búin að æsa svolítið í liðinu, pottið búin að spila Turn Me Loose, pottið búin að spila Eye of the Tiger, set á eitthvað lag úr Rocky Reykjavík að gömlu plötunni, eitthvað svona bara eitthvað svona frekar mikill æsing eða hvort ég hef sett á eitthvað mjög aggressíft lag. Veistu hvað gerðist í kjölfarið? Hvað var þetta sirkus? Þetta var sirkus, nú erum við að tala um sirkus árin, sko, og það sem að gerðist í kjölfarið að fólk var að slást. Já. Það var komið svo mikil aggression í loftið, ég var búin að byggja upp stemninguna, sjálf var ég í einhverju stöði, en ég var bara búin að byggja upp sko það mikla orku, svo bara setja ég eitthvað svona frekar aggressivt pöngla á, það brutust út slagsmál, Óli. Jesús. Og Sigga Boston, risa shoutout, elsku Sigga mín á þig, hún kom að skvaðandi að mér og bara viltu taka þetta lag af strax og setja eitthvað annað á. Ég bara fyrir ekki og það fór svona áttaði máði bara já, þú veist. Plötusnúðurinn hefur völd, sko. Já, vissulega. Mikil völd. Mikil völd. En hvað er svona gott vangalag, myndir þú segja? Ég er rosa lítið í vangalögum. En ég myndi segja bara allt með Johnny Logan. Manst eftir Johnny Logan. Þessi góður. Hvað getur Johnny Logan áttu? Ertu að djóka? Hann var í Eurovision. Hann alltaf vann. Röð eða eitthvað, 3 ári röð. Þetta er það sem ég er að segja. Við þurfum okkar eigin Johnny Logan. Þau, veistu það, þau föttu þetta. Þau bara Johnny Logan með þessa rödd, með þessi lög, auðvitað vann hann. Hvað lag var hann aftur? Hold me tight. Heyrðu, auðvitað vann hann. Og svo hugsaði bara, heyrðu, sendum hann bara aftur, vinnur aftur. Þannig að þú veist, það væri mögulega eitthvað með Johnny Logan. Veistu það, það gerist eitthvað innan með mér þegar ég hlusta á hana mann, sko. Mér finnst ég elska Johnny Logan. Hann er alveg rock solid, sko. Hvar er hann í dag? Hann er örugglega bara hress. Ég veit ekki hvar hann er. Hann er örugglega bara að lifa okkur góðu stefgjöldum. Já, hann er alveg taken it in. Já, hann lifir á stefgjöldum. Og bara, þú veist, já. En talandi um söngara, vissir þú að sönguna Sia, þú veist hvað sönguna Sia er? Já. Hún heitir ekki Sia, þetta er bara listamannanafnið hennar. En hún það var í fréttunum, hún er að fara að láta breyta nafninu sínu bara löglega í Sia. Hún heitir sko Kate Furler. Kate Furler? Furler. Af því sem sé frá Ástralíu? Af því að það bara hár rétt hjá þér. Ok, 1 stig Óli. Og hún er að fara að láta breyta nafninu sínu í Sia. Löglega. Það myndi nú reynast. Never been a fan, verða eða að segja. Alltaf finnst það að vera pínu svona yfirborðskend og frekar svona boring. En hún er ekki minn tilbúðlega. Ég veit ekki með þau. Nei, en ég meina þú veist þetta var bara fréttin. Ég fór bara að hugsa að þú veist eins gott hún býr í Ástralíu og ekki í Íslandi. Það þyrfti að fara að finna mannanafnanefnd. Þetta er bara rétt, já, þetta fyrir að fara. Það er ekkert víst að þetta Nei, er þetta C eða S? Er ekki S? Já, Sia. Þetta Þú veist líka Sia, þú veist svona. Mér langar svo að vita, að ég var að hugsa þetta, mér langar svo að vita hver er í þessari nefnd. Hver er í, sko lofa því, það er hvergi hægt að googla það. Það er pottitt nafnleynd. Getur þú ímyndað þér ef það væri eitthvað opinbert gagn þar sem að þú getur vita hvað fólk væri mannanafnanefnd. Ég hef aldrei pælt í hver er þetta fólk, það, veist það, hvað er margir í það er allir með leyninúmer, það er allir með, ég skal lofa þér því, þeir sem eru mannanafnanefnd, það veit enginn hvað þau heita og þau eru öll með leyninúmer. Myndi ekki stoppa síminn hjá þeim. Getur þú ímyndað þér? Þau eru með svaka vald, sko. Hvar eru skrifstofan? Já. Nákvæmlega. Hvar er þessi nefnd? Hvar starfar þessi nefnd?
Undir hvaða þaki er hún að vinna sín verk. Oh my god. Þetta er áhugavert. Ég væri til að vita hvað fólk... Ok, DM ef eitthvað veitir úti. Hvað ætlar að gera það? Brynja, hún lítur að vita þetta. Brynja veit það. Ég held ekki. Þetta er eitthvað svona frímúraratrið. Þú veist, það fær enginn að vita hvað fólk þetta er. Nafnlein þar, sko. Nei, það eru eitthvað morðhótanir og eitthvað svona, ég veit ekki hvað. Róum okkur þar. En meira svona pyrringssímtöl, bara eitthvað. Hvað er að þér? Áhverju varst þú ekki að samþykja? En fólk er samt alveg gufurugla þegar kemur af þessu nöfnum. En þetta er samt mjög séríslenskt. Ég held að sé engin. Ég held að til dæmis að sé ekkert mannanafnanefnd í Ástralíu, sko. Ég held ekki. Ég held að Sía sé bara, engin Sía þar. Það er bara beint inn. Nei, segir svo. Hvað er af? Sorry, það lá beint við. En já, til hamingju Sía. Það er samt talandi Síu, er ekki full mikil Sía þarna hjá mannanafnefndinni? Svona talandi Síu. Mér finnst þú svolítið ströng á köflum. Hver er viðmiðunin? Það er eftir sem ég er að spá. Börnuðu ekki nafnið César daginn? Mér finnst eitthvað, viljum við kalla César og þau verður bara glemt þessu. César A? Nei, ekki César, bara eitthvað César, eitthvað bara... Með S eða C? Ég held að það verið C reyndar. Já, það skilji vel. Það verður að vera það S. Hvað er að því? Ég meina, Jóngnar, talandi forsetaframbjóðanda, Jóngnar, hann lendi nú heldur betur í stappi við þessa nefnd. Ónefndu nefnd. Já, ónefndu nefnd. Hann fekk ekki að heita Gnar. Ég held að hann hafi reddað þessu ykkur annars þar. Ég held að þau hafi búið í Bandaríkjunum eða hvað hann hafi breytt þessu þar. Þau segir bara, nei, þú farið ekki að heita Gnar. Vertu sæll. Dúf. Heldur þessu í Vogunum? Akkur þetta er í Vogunum? Nei, allt skrifstofu. Eitthvað segir mér háaleitiskerfið, eitthvað svona kjallara þar. Ég er að sjá fyrir mig Skútuvog. Ég er að sjá... Skútuvog, fyrir bókum í Skútuvog. Af því það er eitthvað svona ónefnt. En Skipholt líka getur komið starkvært að greina, myndi ég segja, eitthvað starf í Holtunum. Já, mér finnst meira svona eitthvað mystík meira neyfir í Vogunum. Ég veit það ekki. En ég væri virkilega til að þetta er áhugavert, sko. Ef þér eru búið vinna í þessari nefnd, þegar þið hringdi einn að það reik, getur hans komið að tala það okkur, þér eru búið vinna, myndir þú segja á nei? Spáðið völdir sem þú myndir að hafa, myndir þú segja á nei? Myndir ef þið eru búið vinna? Ég veit ekki hvað það, ég held að myndir að segja á, sko. Já, ég minna, þú veist, augljóslega er nafnleynd, þannig að það myndi enginn vita að þetta væri ég. Þú veist, þannig að ég væri bara siglandi undir einhverju flækju og bara, já, var þetta bannað, oh my god, svo bara eitthvað, veit allt máli. Skilur, ég veit það ekki. Oreo, samþykki það nafn. Nei. Þannig, já. En það er greinilega, það þarf að hafa hemil þarna. Þess að það banna sé, tvöfaldavaf væntanlega og Q. Það væntanlega þessi þrýr staðar. Þetta eru reglurnar sem þú með á hreinu. Ég er ekki með þetta á hreinu. Okay. En þetta ertu með, ég veit, Gnar er bannað. Ég og vinkonu sem að þurfti að senda inn umsókn og hún lenti líka í stappi. Okay. Hún þó fekk nafni í gegn, en þetta voru mörg bréf fram og tilbaka, skal ég segja. Þetta var ekki auðvelt verk, sko. Skrifleg bréf. Hvernig ertu að tala um rafræn eða? Óli, ég veit það ekki. Ég bara spá. Kannski mögulega bæði, en ég er samt að segja, þetta var stapp. Okay. Þau eru alveg hörðið hóðan að taka, sko. Okay. Þú sér það alveg. Það fokkar ekki til þeim. Svo finnst mér svo áhugavert líka, sko, að þegar það kemur alltaf árlegt, sko, samþyktir. Bara í ár var samþykkt. Það er blaðamál. Það er blaðamál. Svo kemur líka það sem var ekki samþykkt. Pældi samt. Og þá hugsa maður, ok, kannski mögulega þarf þessi nefnd að vera starfandi. Það var eitthvað sem vildi skýra barnið sitt Satan, sko. Já, nei. Þau flautuðu það út af. Greið, krakkinu. Ég er að segja, en þú veist að þá hugsa maður, ok, mögulega skilur maður þá, en ég meina samt. Hver eru ofta reglurnar? Óli, ég veit það ekki, við getum, en þetta er bara, við vorum að ræða þetta. Ok. En... Þetta er fallbeyingu líka, ef mér á maður rétt, eða ekki? Óli, I don't know. Ok. Hvað ert þú að fara að vinna á einhverju rottvæli-tónleikum? Herðu, ég ákvað að heyri í Jeffrey mínum sem bæði væri í Kína. Já, hann er í Kína, ég vissi það. Í smá fjölskylduferð, Peking. Já.
Herðu, ég ákvað að reyna á mér sem auka pening með því að vinna Rottweiler-tónleikunum sem núna á föstudaginn. Það eru Rottweiler-tónleikar næsta föstudag. Er ekki svolítið langt síðan þeir hafa komið og rappað saman? Það rosa langt síðan, ég held að sé bara flenni mörg ár. Og hvað þetta svona yfirlitstónleikar eða? Ég held að sé bara yfirlit og þeir eru bara bringing all them hits back, sko. Ok, og verða allir hundarnir á svæðinu? Allir hundarnir verða á svæðinu, víst. Þetta bara svona, og miðasalan bara, löngur uppsel, sko. Hvar þetta? Höllin. Hættu. Ég hætti ekki. Ég að segja. Vá. Þannig að ég ákvað, og Jeff bauð mér alveg fína pening, þannig ég sagði bara, já, gerum þetta og bara let the good times roll. Ég er alveg til í þetta. Og hvað er starfstitillinn í höllinni? Barþjóð. Ok. Þannig að þið getið séð mig á reikabarnum. Whoop, whoop. Já, ok. Ég verð þar víst. Ég veit ekki hversi reikabar verður. Ok, sorry með mig, en þetta er svolítið stórt. Rottweiler í Laugardalshöllinni og það er uppselt. Sko. Hvað spannar þetta mörg ár? Sko, hvenær ég held sko fyrsta plata er komið 98-99. Ég man því ég leik í myndbandinu þeirra á 2001. Manstu ekki eftir myndbandinu Bent nálgast því ég leik í því, þegar ég sleik við Ása. Fyrirgefðu Óli Hjörtur Ólafsson, nú langar mér bara aðeins að staldra við þetta. Þú leggst í myndbandinu Bent nálgast og þú varst í sleik við Ása, vinðinn. Já. Það er ekki heyri Ása með einhver tíma. Mjögulega einhver ástæði fyrir því. Nei, ég segi svona. En ok, þannig að... Þannig að ef þið fara á YouTube og gerir Bent nálgast... Progressive, er þetta 2001? Þetta er 2001 og þetta var svona, mannstu þetta myndir Fallen með Denzel Washington. Það er sem það gerir eitthvað svona fjöldamorðingi sem verður draugur og fer á milli fólk með snertingu. Mannstu eftir þessari mynd? Var það þemað í Bent nálgast? Já, það var svona þema. Þá þetta er andinn, ég mér ámar þessi andinn hans Bents og fer á milli fólks og við erum alltaf að rappa. Ég er að rappa í þessu vídeo, sko. Ég er alveg bara on fire. Ég er bara... En þú ert í sleik og að rappa? Já, ég er að rappa, fer síðan í sleik við Ása og Ási byrjar að rappa. Og hvenær kemur Bent og nálgast? Hæ? Og hvenær kemur svo Bent og nálgast þig? Bent er bara í byrjuninni, held ég, sko. Er hann ekkert að nálgast þig í myndbandinu? Nei, þetta sko, andinn hans fer á milli fólks. Ég er að segja, en var andinn hans að nálgast þig í vídeónu? Já. Hann var að nálgast þig? Já, ég þurfti aðeins að, ég var ekki að skrifa hvað var að fara, sko. Þannig að Bent nálgast þig, þú rappar og þú ferð í sleik. Já. Svo ég er að fara að horfa á þetta leið og ég segi bless við þig. Bent nálgast. Allir tölurnar á þessu vídeo eftir að fara rjúkandi. Ég myndi halda það, já. Já, ég held það líka. En gaman, þú komið víða við. Birna Þórðar að rappa í því líka. Sonur hennar ennú rapphundur. There you go. Já. Hann er í Rottweiler. Hann er ekki Rottweiler, en hann er homie. Hann er homie. Homeboy, veng. Ok. Þú ert bara að tjekka þessu. 100%. Já, ég var alveg verið, ég þekki Rottweiler hundana mjög vel, sko. Erpur sagði ég verið fyrsti hip-hop homie landsins. Þú verið fyrsti hip-hop homie landsins? Og þetta er fyrirsögn, þetta er status. Þetta er status. Vá, þetta er geðvægt. Ekki? Jú. En maður hefur víða vel komið, Natalie. Já. Hann er nú flottur, hann Erpur, hann má eiga það. Já. Hann er alveg geggjaður. Og Bent var hann hot. Hann hefur nú alltaf verið hann er ekstra hot, hann er búin að vera rosa mikið í ræktinni, letting go of the Java Juice, þetta er ofbáslega vel. Hvað ætlar að gera á laugardaginn þegar Bent nálgast? Hvað er í gangi þetta? En gaman. Já. Þannig að þú er bara, það er hörku prógram hjá þér. En gaman. Ég kemur örugglega bara vonandi með eitthvað ný segment, eða ekki ný segment, bara fréttir í næsta þætti. Óli Hjörtur Ólafsson, ég vil að allir fálmarar séu vel stiltir. Ég vil fá sögur af þessum tónleikum. Ég vil fá sögur af þessum tónleikum. Þú eru náttúrulega bláedru og ég vil að þú sért bara að skima og ég vil bara fá full report. Ok, ekkert mál. En ógeðslega gaman. Heyrðu, ertu að horfa eitthvað skemmtilegt? Herðu, ég var, sko, þessi þáttarendur númer 2 á Netflix, ég veit ekki hvort það sé eitthvað voru svo góð meðmæli, en þarna hvað heitir þessi þátt? Boudica. Bodkin, ertu maður að horfa? Veistu það, gæðin á Netflixinu mínu er eins og árið sér 1995 og ég er að hringja inn internetið. Ég get ekki hort á það, það er eitthvað að áskriftinu minni. Þetta er bara dial-up.
Þetta er dial-up gæði, þannig að því miður núna liggur bara Netflix niðri, þannig til ég fæ. En eitthvað til að laka til. Þú mælir með þessu. Ég mælir með þessu. Þetta er svona East Only Murders in the Building, ef ég geti fundið eitthvað út úr þessu, sko. Já. Þetta er rosalega, þetta er alveg vel leikið. Ég var svolítið ringlaður á tímabili, finnst það svo mikið karakterum og veit ekki alveg hvers... Þetta er sönn saga, er það ekki? Nei. Ekki svo ég viti, sönn saga, nei. Já, því að þú veist, þetta er ykkur podcasterar, þetta er þetta ekki sönn saga, true crime? Það er fyrir mér, sko. Mér finnst þú sjálega þetta er leikið. Auðvitað er þetta leikið, Óli, en fyrirmyndin. Fyrirmyndin gæti verið Baby reyndir líka leikið, en það er byggt á sannri fyrirmynd. Það er það sem ég er að meina. Ég er að heyra þessu fyrst núna, ef það er rétt, sko. Ok, sérlega ekki dýrara, en ég veit ekki svona hver ég keypti það. En ég mæli með. Ok, þannig að þú mæli með Bodkin. Bodkin, já. Er eitthvað meira? Er eitthvað í bíónu sem þú mæli með? Ég sá í myndina Immaculate, sem er hrollvekja. Ældir í pókan? Ég ældi ekki í póka, en Skilur okkur pókin eitt staðar? Ég lokaðatrið, já. Það er lokaðatrið? Það er lokaðatrið og þá var ég Þú ætlar ekki að spoila? Ég ætla ekki að spoila, við erum ekki í spa-samtökunum hérna. Nei. Þannig og fyrir þau sem vita ekki hvað spa er, þá er þetta sér sniðin samtök fyrir Óli Hjört Ólafsson sem heitir Spoiler Alert Anonymous. Já, því þú spaðar stundum. En ekki í dag, þú ert að vanda þig, þannig ég langar bara að segja það sem veit ekki hvað spa er. Eitt skipti fyrir 10 ára síðan. Fleiri, en ok. Fleiri? Það var eitt skipti fyrir 10 ára síðan. Óli, þau eru fleiri. En ok, þannig við erum að tala um að það er atriðarna þar sem þú gætir þurft að póka að halda. Já. Og þú færð sem sagt ælupóka þú færð ælupóka þegar þú kaupir miðamyndina í Bíóparadís. Okay, þannig að þú mælir ekki að fá þér nacho og gulusósuna með ásamynd. Það er ekki snakkið. Það er ekki heldur sölu í bíónu því miður. En ef það væri til sölu, þá myndur þú ekki mæla með þig. Þú mælir ekki með þig. Mælir ekki með þig og það var bara tilbúið bara, þú veist, sódavatn og bara og let's go. Ok, þannig að þú ert búin að sjá hana og er eitthvað mælur með síðan er myndabýra á 50 daginn sem heitir Showing Up sem er algjör dúllu mynd fjallar listakonu sem er að undirbúa sína fyrstu stærstu sýningu og það gerir svona ýmsir hlutir í myndinni. Lítur mjög vel út, þetta er Showing Up. Hún er með, hvað heitir hún aftur? Konan hans Heath Ledger, Michelle Williams. Hún er flott. Hún er flott. Hún leikur aðhluturkið og bara alltaf guaranteed good time ef hún leikur aðhluturkið, sko. Já, hún velur vel, sko. Ok, Showing Up. Þetta er mín meðmæli. Dúllumynd, held ég. Já. En þú, Iskan, hvað með þig? Er þetta að glapa eitthvað? Fyrir utan greinilega ekki Netflix. Nei, nú er Netflix í smá salti út af gæðunum. Þannig að ég er búin að vera að horfa á Abbott Elementary. Það komið nýtt season. Veistu hvað þetta eru skemmtilegi þættir? Af því að þú veist, ég er búin að vera að horfa svolítið mikið á svona þungri sögulínu og svona erfiðu. Veistu það, Abbott Elementary er bara rosa gott fyrir hjartað og lundina. Og það léttir lundina, þetta er rosalega fyndið, þetta er rosalega skemmtilegt, þetta er á Disney+. Hvað þetta er skemmtilegt. Ég er hlæjandi út í eitt. Hún leikur svo geggjuð aðleikonan. Quinta Brunson. Hún framleiðir og skrifar þættina. Já. Hennar fyrsta verk. Já. Og hún bara þetta sé svo stjarna. Enda er hún stjarna. Hún er stjarna fyrir öll stjörnur. Þetta er rosalega vel bæði skrifaðir og leiknir þættir. Þannig ég ætla bara að mæla með ef þau eru ekki byrjuð að horfa á eða búin að horfa á þá er ég að horfa á Abbott Elementary. Hvað er að koma margar seríur? 3, það var að koma núna sem sagt season 3. Þannig að það er gott, sko. Flott meðmæli. Er það ekki? Jú, mæli með. Heyrðu, Óli minn, við erum komin í afmælisbörnin. Jésús, þetta flýgur. Flýgur áfram. 8. maí, þá var eitt stykki David Attenborough. 98 ára. Mér langar bara að segja takk fyrir alla þína vinnu í þáu mannkynsins. David. Thank you for the knowledge. Thank you for everything. Og ég ætla að senda ljós. Með þér. 9. maí, þá var Billy Joel 75 ára. Hvað eftir lagið með hann? Piano Man. Uptown Girl. Ég ken hann ekki Uptown Girl. Jú. Ógeðslega leiðilegt lag. Hvað leiðileg. Hann átti allavega afmælis og 9. maí var 75 ára. Svo gerði hann þarna In the Middle of the Night. Mér finnst þú þekkja full mikið á lögum með hvað þið finnst hann leiðilegur. Ghostface Killa, 54, Íslandsvinnurinn. 54. Já, herru, ég sé þann. Ég líka. Herðu, við þurfum ekki að fara út í það. Við ætlum ekki út í það. Jésús. 10. maí, Bono var 64 ára. Held ég hún Halla Tómasdóttir hafi sendt honum kveðju. Hún sagðist að það var sungið með hann lag. Sáðu það síðast. Prívat og Pea. Ég meina,
Það hefur kannski mögulega verið fleira fólk í herbygginu en þetta var allan að Dewey þannig að 64 Bono til hamingju og bosla fátt fína drætti 11. maí, engin núlefandi en Salvador Dalí, hvar sem þú ert ljós, dammalinn dag 12. maí ég að missa röddina ég heyri það Emilio Estevez, 62 Emilio Estevez veistu hver það er? Það er hérna bróðarnas Charlie Sheen, leikari og leikstjóri Bróðarnas Charlie Sheen, hann er 62 mér langar henni bara aðeins að segja bara takk fyrir allan leikinn og okkur er hann ekki að leika neitt í dag, þetta er nefnilega hörku leikari Ég held að hann sé komin bara, ég held að sé bara retired held það Retired? En sko 62 er ekki en aldur Hann er reyndar sko búin að vera leikstjór svolítið mikið Hann er leikstjór, það er það sem ég spá þú vissir alltaf Ok, þá segir bara einlega til hamingju mamma Einlega Emilio Herðu, það er 13. maí og hann er rosalegur. Það er Harvey Keitel, 85. Ljós. Stevie Wonder, 74 ára gamall. En það meira ljós. Lena Dunham, sem er þekkt fyrir að skrifa Girls-þættina. Hún er 38. Er hún 38 ára? Hvað var hún 16 ára þegar hún skrifaði þessa þætti? Greinilega. Veistu hún svolítið ung, sko? Ég er sammála. Já. Robert Pattinson var 38 ára líka. Hann var að verða pappi núna í mars. Til hamingju, Robert. Með Suki Waterhouse. Herðu, og við höldum áfram, við erum enn í 13. maí og maðurinn sem að bera ábyrgð á því að liðka samskipti Bandaríkjanna og Norður Kóreu, Dennis Rodman, 63 ára gamall. Já, roddarinn á ammali. Innilega til hamingju. Og hver heldurðu að hafa átt ammali 13. maí og var 70? Johnny minn Logan. Innilega, ég vissi. Johnny Logan, 70, hlöðuball, 13. maí, þú getur eitt ímyndaðir, það hefur skálaði nokkra Guinness, ískur. Og viski. Bara allur pakkin. En vonandi allt í hófi. Já. Ég ætla að senda risaljós. Ég senda með Johnny boy. Johnny Logan, sko. 14. maí, dagurinn í dag. Mark Zuckerberg, 39, og hvað var einmitt hann, 15 ára þegar hann fann Facebook. Nákvæmlega. Rosa ungur. En hann hafði afmæli í dag, hún er svo vönduð þessi kona, Kate Blanchett, 54 ára. Kate Blanchett? Já, Kate Blanchett, sorry, ég var ekki Kate Beckinsale. Ekki sama kona. Já, ég veit það alveg. En við verðum líka að senda henni ljós, því hún var eitthvað á spítalanum daginn. Ljós. Já, en ekstra ljós afmælisbarni, Kate, rosa flott. George Lucas, leikstjóri, áttræður. Erum við deginn í dag? Við erum í dag. Ok, George Lucas. Innlega til hamingju, Anna leikstjóri. Það kom meira Star Wars dót bæða við. Að það? Já, tölum við þetta. Sofía Coppola, 52, í dag. Já. Og bara til hamingju. Ég var einmitt að horfa mynd eftir hana daginn. Priscillu? Nei, Lick the Star. Guð, ég veit að mæla með henni, Lick the Star. Lick the Star? Já, Sleiktu stjörnuna? Já. Það er íslenska þing. Sleiktu stjörn, Natalie. Hvað á ég að gera við þig? Ég vera. Þetta er þess að þetta er svo fyrsta Natalie, hvað er að mér? Þetta er ok, við verðum reikinn bara. Ég geti unni við að þýða nöfn og kvikmyndum. Ég geti það alveg. Já, ég held það líka. Hversu mynd? Þetta er þess að stuttmynd sem hún gerði áður en hún gerði Virtual Suicide. Þetta er svona svipudúrur sem Virtual Suicide. Og hún er á Mubi. Þú ert með Mubi áskrift, það ekki? Sagði mér þetta upp. Heyrðu, ok. Lick the Star. Takk fyrir það mömuli. Heyrðu, lokanafnið. Okay. Ásaki þetta innilega. Lokanafnið á deginum, lokaafmælisbarnið er David Byrne, 71, alltaf eins. Hann er að hugsa rosalega vel sig. Söngvarinn í Talking Heads. Já. Hann er ekki að borða kjötarunnvörur. Hann er ekki að borða unnar kjötvöru. Hann er að borða mjög hreina fæðu. Það sést á langri leið. Já, hann er flottast. Og hann er ekki að reyka rauða Marlboro. Það sést líka langri leið. Hann lítur rosalega vel út. Hann er geggjaður. Marstu fór úr Stop Making Sense? Já, við fórum nefnilega saman á myndina. Og ég er ekki söm eftir þessa mynd. Ég veit það. Æðisleg mynd. Stop Making Sense, tónleikamynd. Og ég mæli með að sjá hana. En heyrðu, Óli minn, við erum bara komin úr leiðarenda. Þessi bremsulösi bíll er komin út í skurð
og lengra verður ekki haldið. Takk fyrir mig, Natalie. Takk fyrir samverðinu, elsku Óli minn, og þangað til næst. Segðu það, bye. Sleiktu stjörnuna.